Það koma jól og þá var það jólabókaflóð og þá fljóta á fjörur okkar höfundar. Hér komin Fríða Ísberg sem var að gefa út skáldsögu sem heitir Huldukonan og hörkuspennandi. Hörkuspennandi? Mættu þú segja það? Ég veit það ekki. Ég reyndi að halda í lesandan, sko. Mér finnst það svona spennandi áskorun. Já, höfundurinn ekkert leyfi til að vera leiðilegur. Ég man ekki hvað sagði það á sín tíma. Já, nákvæmlega. Það fátt leiðilegra heldur en leiðinleg bók. En jú, að vísu leiðinlegt leikrit leiðinlegra heldur en leiðileg bók, myndi ég segja. Já. Þegar þá verður að sitja undir því. Já, það ein sena í mynd eftir Woody Allen þar sem hann fer með einhverju konu sem hann skotin í á svona avantgard leikhús. Það mjög fyndið sena þar sem hann þjáist einmitt við að horfa á. Já, einmitt. Það getur líka með þjáninga, þau getur bara lagt bókina frá þér. Já. Þetta er ekki frekt form. Nei, en það gerist samt mjög mikið þegar þú þarft að sitja undir leiðilegu leikriti. Það er svona af því að þú neyðist til þess að sitja, þá fer hugurinn einhvert annað og gerast hlutir sem myndi ekki gerast annars, held ég. Eða þú veist, innra. Þannig, en það er kannski, já. Ég veit ekki hvort að ég játa því að ég hef aldrei svona endilega það sem að ég held að það sé gott í sjálfum sér. Mér finnst líka gott að lesa það sem er einhvern veginn slæmt og erfi eða svo svona, eða sem að ég er bara ósáttur við og þannig að mér finnst allt til í þessu. Já. Ég held að bækur eigi alltaf að vera örlítið gallaðar. Ef það ekki örlítið gallaðar að þá ekki verið að reyna neitt. En þú veist, erfiðar bækur ekki að sama á leiðinlega bækur. Nei, þá ég að meina svona erfiðar eins og manneski getur erfið í umgengni. Já, ósympatískir karakterar. Erfitt að tengja og þú veist, allt í á mér að verði get ég fundið samkjöld með þessu helvítis leiðinlega höfundi. En er það leiðinleg bók eða Nei, en maður myndi ekki setja slíka bók, þú veist, þetta er bara besta bók sem ég lesi, maður myndi aldrei segja það, sko. Nei, já. Einu sinni sagði maður mig að það er svo gott að lesa að því það er svo að fá að skipta haus og þess vegna er svo gaman að lesa höfundar sem eru svona skemmtilegir með skemmtilega hugsun. Það er líka eitt í þessu. Það er, ef maður er að lesa þá í staðinn fyrir að vera kannski of mikið í samtali við bókina, þá getur maður bara skipt haus. Pröfa að hugsa eins og þessi manneski smástund. Algjörlega. Ég myndi segja að lesturinn væri bara þetta rými, sko. Að komast burt frá sjálfum þér í smástund. En á sama tíma þá ertu líka í díalóg þegar þú ert að lesa bók. Burtu frá sjálfum, lestu þið ekki að sjálfum þér? Lesa sig að sjálfum sér? Gerir maður ekki? Ég veit það ekki, þetta er kannski svona hringur, en ég held að þú sérst að fara frá þér og kannski að þér. En það fer eftir því líka hvernig bók það er. Ef að bókin vekur ekki upp hugsanir með þér, að þá er það kannski meira einstæðna að fara burt. Og það er svona flótta bókmyndir. Það er svolítið talað um það núna. Að hverfa? Já, að fara, að flýja í bækur, sko. Það er svo söngvamyndir? Já, það er svona svolítið verið að tala núna um það að þetta er svona eitt af því fáa sem að bókin algjörlega á núna er þegar að bókin er að keppa við alla þessa afþreyingu, að þá er bókin orðin svona þetta rými sem þú flýrð í frá öllu hinu áreitinu. Og þú veist, og þú færð í rauninni ekki mikla svona hvíld í þessum flótta en eins þar annars staðar, af því þetta er svo rólegur flótti. Það er að flýja áreiti. Það þarf að vera rólegur til þess að geta notið hans. Já, þú veist, þetta er að lesa mjög tjúnaður, sko. Já, þetta reynir allt öðru sér á taugakerfið heldur en að horfa á glæpaþátt eða horfa á seríu á Netflix.
Ég svolítið vilja fjalla bækur hér sem bara innlögg inn í samfélagsumræðuna, frekar þetta svona flótta. En það rosalega flótti í samfélaginu okkar. Það fólk sem bara hleypur upp á esjuna bara eftir vinnu af því að það að vera millistjórnandi í sjó á almenna og svíkja viðskiptavinni alla daginn og lifa í einhver svo sturluður heimi. Það bara, að fólk bara verður að fá einhverja fró eða einhvern frið, hleypur við Grænlandsjökul og bara allt til þess að fá einhvern. Þannig það þú veitur að bækurnar séu þarna. Nei, ég held að það sé ekki allar bækur þarna en það svona, það mikið verið að tala um það hvernig bókmenntir eru hægt og rólega að færast inn á þetta, þú veist að þetta í rauninni svona stærsta rýmið sem að bækur að gera er að skapa akkurat núna. Fólk að fara í meiri krefjandi lestur á netinu, bara í langar greinar eða eitthvað svoleiðis, í staðinn fyrir að leita í bókaformið til þess. En fólk að nota bókaformið fyrir þessar sögur sem að taka þið burt og taka þið með sér og þú veist og veita þér í rauninni einmitt þennan frið, þessi þægindi, þessa hvíld og mér finnst það líka alveg þú veist að því það alltaf verið að reyna að finna virði og gildi hlutana sífellt í einhvern veginn, það búið að setja allt upp í einhvers konar upp í eitthvað svona hagkerfi og þú veist og það alltaf verið að tala um einhvern veginn læsi og þetta mikilvægt að lesa bækur af því að þetta eflir gagnrýna hugsun og eflir samkennd okkar og eflir þú veist mannsandan einhvern veginn fer dýpra í þessa farfi mannsandans heldur en annað efni sem við erum að innbyrða en mér finnst líka þú veist að við eigum að horfa á listaverk og afþreyingu líka út frá bara öðrum mælikvarða sem ekki þetta að besta sig eða verða betri manneskja eða verða klárari eða gagnrýnari manneskja eða hvað sem heldur bara þú veist við erum líka að þreyja veturinn þú veist við þurfum að þreyja veturinn einhvern veginn og hvaða vetur? Bara við þurfum alltaf að þreyja veturinn okkar hvaða vetur sem það er þannig að þú veist mér finnst líka að bækur og öll listaverk ég líka að fá að vera það þú veist ekki þú veist ekki einhvern veginn samfélagslæknar bara Þannig að langa greinin á vefnum að hún kannski bara líf fátæks fólks á Indlandi og eitthvað svona og svo meina alveg bara alls konar upplýsingar sem getur sótt það. Já. Og þannig að það að lýsa í þá að svona það sem að mann ég les mjög mikið á netinu, að það svona heimurinn á meðan að bókin kannski svona einkanleg fyrir sálina. Þessi lestur fyrir félagsveruna í mér. Hann sem býr í heiminum. Já, eða svona í rauninni þá samfélagsleg krítík og gagnrýni komin miklu meira inn á netið og minna í bækur í rauninni. Þú veist, áður fyrir þá voru kannski rithöfundar svolítið, þú veist, komið sér fyrir í miðri umræðunni og settu upp, þú veist, voru að ræða raunveruleg bara samfélagsleg málefni í verkunum sínum og það var af því að bókin var þá miðlægur miðill. Bókin það ekki lengur. Og fleiri voru heimspekingarnir töldu sig vera bara inn í dyglu umræðunar. Já. Nú voru allir bara komnir inn í bara sín þakkerbyggi. Já. Það enginn nefnum einhverju garsbrarar sem að telja sig vera að leysa vanda heimsins. Já, ég veit ekki. Þú veist, það allavega mér finnst fólk alltaf mér finnst færri og færri vera að skrifa málefnin okkar, sko. Og eða, þú veist, bara almennt, ekki bara í bókum. Já, mér finnst. Já, ég held það líka. Og það ekki, þú veist, ég held að það sé bara þreyta gagnvart áritinu.
Ég held að það sé líka hugmyndum að einhver aðrir eiga að komast að þessu, kannski einhverju sérfræðingar eða svona búið að vera lengi ríkikarning kemur hvað sem að mér allar lausnir, þannig að við þurfum ekki að vera að velta því á milli okkar hvernig samfélag við ætlum að hafa eða hvernig mannfélagi að vera. Það ekki okkar valdi. Já, ég held samt líka að þetta sé, þú veist, ég held að þetta sé líka þetta element að það bara, þú veist, ég skynja allavega persónulega rosalega mikla þreytu gagnvart internetinu sem svona miðill og þú veist, og fólk bara að taka, þú veist, mér finnst fólk vera alltaf meira og meira passíft inn á þessum miðlum. Þú veist, þetta er ekki bara í samfélagsmiðlum. Já, samfélagsmiðlum og ég er ekki bara að tala endilega í samfélagslegri krítík eða umræðu eða orðræðu, heldur líka bara fólk tregar til þess að taka mynd af kaffibolluna sínum af því það þreyta og það líka kannski bara því að þú veist, það kannski þjóðarmorð eða eitthvað og þá bara ekki við hæfi að hafa mynd af þjóðarmorði og síðan næsta mynd mynd af kaffibolluna. Samfélagsmiðlum náttúrulega tildulega nýtt og kannski eftir að koma þróast eitthvað, hvernig það eitthvað tíu fyrir allt fyrir fram úr sér og eitthvað svona. Þegar ég var að tala um neti þá var ég að tala náttúrulega, þetta svo stórkostlegu gluggi sko. Þannig að svona bókmyndir sumar fór ég að bara leita upp í alls konar ljóð og þú veist, það maður getur bara fundið og svo eru við með þessar þýðingamaskinur, þannig ég get bara að lesa persnesk ljóð og boruðu saman við danska og enska þýðingu og séð að já, þessi íslenska nú svona, já, eitthvað svona og þetta bara, ég les á þessum dögum heimspressuna, indversku blöðin og ítversku blöðin og þannig það líka svona stórkostlegt stóri raunverulega segjum að ég væri ykkur frá Lundi og ykkur dal og þá sem ég ykkur sögur fyrir þig en ef ég með internetið og ég get séð bara Macbeth að gerast í Súdan bara í rauntíma að þá býtu hvað okkur ætti ég að skálda upp ykkur personur og ykkur sveitabæi og ágreiðin þeirra. Það er kannski líka það sem að skáldsagan er komin í svo mikla samkeppni við sögumadurinn. Já, samt að aldrei komið út í marga bækur. Ég veit það. Þannig að þetta er líka, þú veist, á heimsvísu. Það er alltaf að bætast við fleiri og fleiri höfundar. Þannig að þetta er ekki lama fólk aðgengið að efni, það er ekki lama fólk. Það er fleiri og fleiri sem hafa möguleika á því að tjá sig. Svo erum við líka komið í gegnum svona svolítið menningabyltingu þar sem að fleiri hafa fengið rödd, konur sem voru kannski bara 5% af höfundum þegar ég fættist sko. Ég veit ekki sko það er náð því sko. Nei, nákvæmlega. Kannski 3,8%. Já, nákvæmlega, akkurat. Og svo samkynniðir, fatlaðir, alls konar, allir vilja vera í sögunni og segja hetjusagan sigurverðans er ekki nóg fyrir mig, þannig að við þurfum náttúrulega rosalega mikla endursköpun sögunar. Það er náttúrulega búið að vera bara í rauninni stóra bylgja síðasta áratugar er þetta, nákvæmlega þetta. Sögurnar sem við höfum ekki fengið að heyra áður. En þú veist, það er áhugavert þú sérst að tala um netið sko. Ég er mjög mikið að hugsa um framþróun og tækninýjungar og þægindi í rauninni í þessari bók og nostalgíu líka. Og þráina, sérst fortíðar þráin er svo mikil svona fegurðarþrá þegar að heimurinn var einfaldari. Þegar heimurinn var einfaldari og það er líka kannski ekki mikil fjarlægð við ferlin sem að við vorum búin að vera að iðka í 1000 ár. Af því að þú veist, mér finnst alltaf mjög stórt þema í öllum mínum verkum er alltaf fyrring. Og mér finnst þetta svo fallegt orð, fyrring sem er fjarlægð. Að það er alltaf þetta er öðruvísi orð heldur en alienation sem er á ensku. Af því að þú veist, á ensku þá er það einhvern veginn orðin, þú veist, öðrun. Eða þannig, þú veist, það er búið að segja alien, það er búið að setja þetta í annað box eða annað herbergi. Þú ert fyrst frá sjálfur þér.
Er ég fyrt frá sjálfum mér? Það hægt að vera svo fyrtur að þú veit, eða ekki? Það ein skilningur að vera fyrtur. Það er ein leiðin til þess að nota orðið, jú. Og þeir eru ófært að lifa í takt við það sem að þú þarft eða sannarlega vilt og allt þetta. Já. Og brýtur gegn þér. Og líka kannski bara ert komin svolítið fjarri upprunanum. Og það er líka svolítið það sem ég er að skoða í þessari bók, sem er svona þetta þú veist, að við þráum hið fagra og við þráum fortíðina sökum þess að því að yfirleitt allar tækninýjungar svona eru ljótar þær eru flestar svolítið svona misbjóða fagurfræði okkar. Gutenberg var náttúrulega algjör hryllingur á sínum tíma. Gutenberg, já, akkurat. Eyðilagði heiminn sem að það var. Já, akkurat. Og það er svolítið svona þetta núna þú veist, ég væri svo til í að sjá sko, þú veist, heyra hvað fólk sagði þegar vinnuvélunar fóru að birtast á túnunum í staðinn fyrir einhvern veginn að þú veist, bara hvort að fólki blöskraði tæknin eða vélarnar. Ég kann eina svo úr minni eitt sem ég held ég hafi sagt hérna áður. Það var langamma mín, amma mömmu, sem að mamma var ættleidd í Hafnarfjörð og hún fór með henni og var í svona litlu herbyrgi sem var inn af eldhúsinu eins og gamalt okkar oft af því að það var meiri hiti þar. Og þetta hefur verið svona 1920, kannski 30 eitthvað. Og komið raffeldavél. Og gamla konan sat svona inn í við eldhúsborðið í svona litlu eldhúsi. Og amma, sem sagt, dóttir hennar, kveikir á að kom gestur, kveikir undir vatninu, það er að fara að hella upp á. Og þá segir gesturinn Hallfríður minn, finnst þér ekki stórkostlegt að sjá það að maður getur bara snúið takka og þá bara hitna vatnið? Og þá sagði langamma skárra að væri það nú að væri enga framfærir. Þannig að hún sá ekki svona ógn í þessu. Þannig að þetta vera bara það að væri framfærir, fannst henni næstu því bara sjálfsagt. Það var ótrúlega gaman að fara í heimildavinnu fyrir þessa bóku upp á það að gera, af því að ég var alltaf að skoða allar svona vendipunktana að hvenær rafmagn komin í bæina, reyna að sjá heimildir, hvernig fólk brást við þegar rafmagn kom, þegar vatnið var veitt, þú veist, alls konar. Og þú veist, á Vestfjörðum til dæmis að þá var svo lítið rafmagn að það var rafmagn árið 1950 frá á mánudögum frá 8 til 12 og 50 dögum frá 12 til 4 og konurnar settu í vél á mánudögum og straugið á 50 dögum og síðan líka þetta takmörkun bara á ljósmeti og takmörkun á öllu og tryggt rafmagn alveg í minni sko. Það sló alltaf út rafmagnin á aðfangadag þegar allir voru elda. Já, einmitt. Ég trúi því. Það er bara kannski svona fyrir 70. Ég held ég muni ekki eftir það. Ég held að það bara gerst næstu ykkur jól. Sko. Já, ok. Gaman. Mér finnst þetta alltaf ótrúlega skemmtilegt að tala við fólk sem að mann 20-öldin og svona, því að fyrir mér þá er náttúrulega 20-öldin meira á minna fantasía. Ég er bara fædd 92 sko. Þannig að já, dóttir mín er fædd 2007 og þegar ég er að tala við hana þá segir hún, er þetta bara eitthvað 1900 eða? Það er svolítið fyndið að 20-öldin skuli vera orðin svona mikilfortið. En hún er nú stríðin, þannig að hún er nú kannski að ígeta eins. En þessi hugmynd að gömul tíð, hún hafi verið sannari. Hún hafi verið hentað okkur betur hver við erum. Hún er jafnvel fegurri. Er þetta ekki bara eitthvað hugarvíl? Jú, ég held það. Ég held að þetta sé svolítið mein sko, sem að hrjáir mjög marga, en það er miklu auðveldar að sjá fegurð í fortíðinni heldur en nútíðinni. Þú getur samið fortíðina sko? Já, þú getur endurskapað hana. Það er rétt. En ég er ekkert svo viss að þetta hafi verið endilega sann, eða sko, já. Þú veist, það sem ég er samt að skoða minna er... fyrt. Minna fyrt.
síður fyrst. Minna fyrst, já. Í meiri tengslum kannski við þessi ferli, bara hvernig allt verður til. Núna, mér finnst mjög gaman að lesa mér til það hvernig hlutir verða til, af því að ég einmitt fæðist 92, þar sem verksmiðjan hefur bara tekið yfir allt. Verksmiðjan var reynda að fara til Kína, sko, þannig að þú eiginlega fæðist, þú kemst í vits og ára, þú ert bara eiginlega fyrsta netkynslaðin. Já, en þú veist, en hins vegar þá eru bara, þú veist, maður veit, þú veist, það er samt komin það mikil fjarlægð að maður lærir aldrei hvernig, þú veist, mjöl verður til, eða þú veist, hvað blek eða þú veist, hvað pappír eða þú veist, það er svo mikið að bara svona þessu sem að bara þú veist, hvernig rafmagn verður til, af hverju við stíplum, þú veist, allt þetta element einhvern veginn og já, og það er kannski það sem ég er svolítið að skoða, er að þú veist, á einhvers staðar þá hættum við að skoða þennan uppruna einhvern veginn, og það er, ég held að rosalega mikið að minni kynslóð sé fyrst að þessu leyti. Gangi inn í heim sem er einhver leyti bara falskur? Nei, ég heldur sem er tilbúin. Tilbúin, að þú varst að nefna hann eins og með mjölið og fleira, að það er kannski fólk sem hefur fæðst á sínum tíma og heldur að brauð sé svipað og selt út í stórmarkaði, svona millubrauð. En faktist er það ekki brauð. Nei, mitt. Þú veist, það er ekki hefað, það er unnið á sko svona efnafræðilegan hátt og er ekkert brauð í sjálfum sér, þótt að sé kornið í og svona, þá hefur hveiti ekki farið í gegnum það ferli sem það fór í áður til þess að þess held ég sér til dæmis meira af glútenofnæmi og fleira vegna þess að það er bara ekki unnið hveitið og það er margt svona, margt bara í stórmarkaðunum sem er matur sem var ekki til þegar þú fæddist. Eða þú veist, vélarnar sem þurftu til þess að búa þetta til og voru ekki það datt einhverjum í huga að gera þetta með þessum hætti. En einhver leyti þá, og það sama náttúrulega með netið allt saman. Þá göngum við, og sérstaklega núna kannski, þegar við göngum inn í veröld þar sem við eiginlega gerum ekki ráð fyrir því að neitt sé satt og gerum eiginlega ráð fyrir því að við höfum ekki getuna til þess að vita hvað er satt og hvað er logi. Ég held að það er ekki alveg bara að næstu í þar. Ef þú ferð inn á netið að það er orðið mjög erfitt að svona henda reiður á eitthvað. Eða hvað? Já, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé alveg eitt af því sem við munum örgulega læra fara að setja rauninlega bara inn í sko kennsluáætlun, að bara læsi á heimildir og læsi á netið. Já. Algjörlega, sko. Það þyrfti að vera þá eitthvað sem að gera það fyrir okkur, sko. Eins og var svo sem þú veist, þetta stendur í öldinni, var auglýst hérna, þetta stendur í öldinni, svona hugmyndum að það er svona samkomulag að hver segi satt, Britannica eða eitthvað. Það sem að kemur frá háskólanum, hlýtur og rétt, nú er efast það. Já, einmitt. Við sem einstaklingar getum ekki farið í netið og greint einhvern veginn. Þetta getur ekki verið persónuleg hæfni sem veldur því að ég geti greint hvað er satt og hvað er logi á netinu. Nei, algjörlega. En mér finnst ég samt sjá þetta, sko, mér finnst ég sjá þetta samt einhvern veginn í bara á netinu núna að bara samfélagsmiðlum og svona algoritmanum mínum og hjá vinum mínum og manninu mínum og alls konar, að það er svona, þú veist, núna ég held að sé af því að það var einhvern veginn heil kynslóð sem að elst upp í þessum neokapitalisma, þar sem er bara verið að skoða vöruna en ekki uppruna vörunar. Að þá er núna rosalega mikið verið að búa til efni þar sem verið að skoða gömlu ferlin. Þú veist, það er rosalega vinsæl vídeó núna að fólki frá Vietnam eða Kína sem er að sýna mánar gömul ferli, hvernig þeir verið að strengja trommu eða vefa eitthvað svona risastóran dúk eða hvað sem er.
og þú veist, ég held að sé byrja bara að mylja eitthvað stein já, akkurat, búa til jurtalitunin og allt þetta og þú veist og þetta náttúrulega líka og ég sé þetta líka endurspeglast mikið í bara námskeiðum þú veist, fólk svolítið svona þyrstir í það að sjá að tengjast aftur einhvern veginn þessum gömlu ferlum af því að þau hafa ekki, þau ekki lengur kennd kynslóð frá kynslóð þú veist, þetta ekki af því að við þurfum þess ekki lengur og það ekki, ef það ekki þörf fyrir eitthvað þá náttúrulega þarf þetta bara að vera áhugamál við erum að leita í þessa þekkingu í staðan fyrir að erfana þannig að það svona já, mér finnst þetta alveg þú veist, ég held að þú veist, pendullin er alltaf að sveiflast og ég finn rosalega mikið fyrir þessari sveiflu núna af því að þetta gleymdist svolítið fyrir svona 2 áratugum En oft það bara lítill hluti sem að fyrir þetta lítill hluti af fólkinu sem að bregst við heiminu sem að við lifum í sem að einhver leiti falskur og firtur með því að leita að einhverju upprunalegu kannski stærsti massin ennþá þarna í þetta eins og svona hipsterar voru svona að leita í eitthvað svona gamalt Já, en það var líka mjög miðlægt hjá minni kynslóð að skoða hvernig kapitalismin átapar upp, allar auglýsingar urðu þannig, fór alltaf að segja mér einhverja sögu allt í varan sem var iðnaða framleitt var allt í að koma með einhverja rosalega sögu en svo skoðaði kannski baku en þá var þetta bara að því að þessi kapitalismin er svo fljótur að éta allt upp hann notar kvennabaráttuna og þessa þrá eftir uppruna og fleira og notar allt í eigin svo fljótt sko spænir allt upp en þetta með að leita að upphafinu og það getur átt við bara okkur sjálf sem personur að þessi sannleikur ef ég finn get fundið mig þetta líka í menningunni eins og að spila kannski barokkljónsett á upprunaleg hljóðfæri að það sé þá eiginlega svona sannari barokk heldur en ef að við myndum spila það á nýrri hljóðfæri og túlka það inn í okkar heim að svona þessi hugmyndum að það sé eitthvað upprunalegt og rétt og við getum vilja grafið niður söguna og fundið hvernig þetta var hjá mannkyninu og þar með sé það þannig sem að við ættum að hegða okkur þetta er náttúrulega svolítið sérstök hugmynd Þetta erum að tala svona bókmenntir. Dylan fékk Nóbel í bókmenntum. Það var í einhverju samtali sem að Dylan spurði einhvern mann og hann sagði að ég ætla að leita sjálfum mér. Og þá sagði Dylan, leita sjálfum mér, okkur bara finnur þið ekki upp. Þannig þessi svona hugmynd að þú getur bara orðið það sem að þú vilt, það er svona sín á mannin að ég get orðið bara ég get ekki sæng mín og gengið, ég frjáls eða þá þessi hugmyndum að ég einhver arfur sem að ég verða að fylgja og ég fyrtur ef að ég hegða mér ekki svolítið í takt við það sem að maðurinn hefur gert í 1000 ár Þetta fjalla þetta að maðurinn getur fundið sig með því að fara bæði inn í sína persónulegu sögu, inn í sögu sinnar fjölskyldu og ættar. Fundið þræði sem að við slitnuðu, því að annars verður ekki heill. Nei, ég get eiginlega ekki sagt það sko. Karakterinn minn allavega, hann er ekki hálfur maður eða þannig. Hann er bara heillaður og af horfnum heimi. Já, af horfnum heimi og þú veist, en spurningin sem kannski svona gegnum gangandi í verkinu er svo að þú veist að það eru kostur og gallar með fortíð og framtíð og við gætum og hugsanlega blöskrar okkur tækni nútímans og fagurfræði nútímans en ef við þyrftum að velja að fara aftur eða fram þá myndum við alltaf velja fram að við höfum alltaf farið fram við höfum alltaf valið það að fara fram og við kunnum náttúrulega ekki annað að vera það sem við erum bara í dag
þannig að maður getur ekki ímynda sér einhvern veginn. Já, þú veist, náttúrulega, sko, ég meira að skoða, sko, hvernig, þú veist, vélinn leysir höndina af og núna leysir, sko, gervigreindin hugan af og og það skiptir eiginlega ekki máli hversu mótfallin við erum því. Við munum alltaf velja þægindin. Við munum alltaf... Enda ég leysi bói. Nei, ekki, þú veist... Eða svona það verið hugmyndin að bara láta skemmt okkur. Sitja í leysi bói. Lifa bara áreynslu litlu lífi. Að við myndum velja það frekar heldur en eitthvað sem erfitt. Já, eða þú veist, við munum alltaf taka fram þægindin fram yfir vinnuna og þegar að, þú veist, og hugsanlega erum við já, þú veist, mér finnst mikil umræða að vera að fara í það hvort að við eigum að, eða þú veist, það er einhvern veginn mikil umræða að vera að fara í, sko, fagfræði átök gagnvart gervigreindinni. Þegar við ættum í rauninni að vera einblína á það að hvort að hvað er siðferðilega rétt í hverju skrefi sem við erum að taka í átt að nýjum veruleika. Og þú veist, auðvitað eru kennarar að fara að, þú veist, nota gervigreind til þess að búa til kennsluáætlun eða fara yfir heimanám eða eitthvað, þú veist, þetta er bara, þú veist, allt og mikið álag í þessari stétt og undirmannað og bara, þú veist, þetta er að fara að leysa mikið af en á sama tíma þá er ríkisstjórnin að nota gervigreindarforrit sem að komið frá fyrirtæki sem að til dæmis hefur stólið þúsundum handrita eftir rithöfunda ólöglega og hafa tapað fyrir rétti fyrir að stela þessum handritum keyra í gegnum vélarnar sínar og ná þannig tungutækinu. Þannig að já, þannig að þetta er svona, þú veist, það þetta er svolítið flókið akkurat núna, finnst mér, af því að framboðið á gervigreindinni er mjög takmarkað. Það eru nokkrar gervigreindir í gangi en öflugustu gervigreindirnar eru kannski, þú veist, frá fyrirtækjum sem maður er skeptískur á. Þannig að já, en þú veist, já, mér finnst eiginlega, þú veist, það er svona einhvern veginn þetta ég sé ekki hvernig við erum að fara að halda í gömlu ferlin okkar og það eru mjög margir sem að reyna að halda í gömlu ferlin okkar, þú veist, núna þegar gervigreindin er komin. Þannig að það er svona, þú veist, það er kannski þessi hugsun sem er svona, ég veit ekki, í gegnum bókina. Þannig að eitt er tæknin sjálf og því nefndi Gutenberg á hann, svo er það eignarhaldið. Þannig að við erum í heimi kannski sem að veri þannig að veri bara 3 fyrirtæki sem myndu eiga allar prentvélar í heiminum, sem er svolítið ógnarlegt. Þannig að svona eignarhaldið er svolítið ógnarlegt í þessu með gervigreindina. En prentlistin eyðilagði náttúrulega margt í menningu okkar. Minni á sögur og ekki drepi rýmurnar og fleira það sem var svona tækni til þess að muna mikinn fróðleik án þess að þurfa að skráa niður. Þetta er eins og símanúmerabókin í símanum okkar, leiðu hún verið til að þá maður ekki einn símanúmer eftir það. Ég man ekki eins og símanúmeri hjá dóttur minni. Ég man mitt og that's it. Ég man ekki neitt annað símanúmer. Þannig að það gerist og það er náttúrulega hættið það að með gervigreindinni að þá alveg eins og við afsöluðum hluta minni okkar yfir í prentið að þá munum við náttúrulega afsala kannski ennþá stærri hluta af hugsun okkar yfir í gervigreindina og það er náttúrulega að gervigreindi getur skrifað einhverja BR-ritgerð en sá sem heldur á henni að hann hefur ekki farið í gegnum það sem þarf til þess að búa til BR-ritgerð og hefur ekki náð sko persónulegri hæfni hugans til þess að eiga við það. Þannig hann hefur eiginlega ekkert við BR-ritgerðina að gera sko. Því hann kann ekkert með hann að fara. Því að nema að þá
svarar fólk kannski 500 árum úr framtíðinni, segir við okkur að þetta frelsaði aðra hluta hugans. Alveg eins og að prentlistin var forsenda upplýsingar og alls konar það að mannkyni gat í sameiningu búið til miklu starri þekkingagrunn og heim. Já. Að þá getur þótt að við verðum missum kannski getuna til þess að muna rímur og eitthvað ennþá starra þegar gervigetur kemur, þá getur komið eitthvað stórkvæmstuð út úr þessu. Já, við vitum það ekki. Já, við vitum það ekki. Kristín, veldur því ekki að maður sé vissum að koma eitthvað gott út úr þessu. Þetta er náttúrulega ótrúlega völd. Já, algjörlega. Ég held að allt skólastarf sé í krísu. Það er ekki einn kennari sem ég hef talað við sem er ekki að lýsa einhvers konar krísu innan starfstéttarinnar. Og það er jafnt á bara háskóla, grunnskóla, menntaskóla. Það er bara grundvöllur kennslu er breyttur vegna gervigreindar. Þannig að, þú veist, já, það verður mjög áhugavert að sjá næsta áratuginn hvernig gervigreindin mun breyta kennslu alveg svona fundamentally. Já, þú veist, ég talaði við eitt kennara sem að sagði að núna eru sko eiginlega lélegustu verkefnin, bestu verkefnin. Af því að þú veist, núna er það bara þannig að hún er að fá of góð verkefni inn. Og þú veist, náttúrulega, svo við tölum ekki bara starffræði, tölvunafræði og allt þetta. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, já, þetta er bara grundvallar breyting í svo mörgum fögum. En og auðvitað, þú veist, þá þú veist, það sem maður óttast er einmitt bara nákvæmlega hugsanaferlin. Af því að þú veist, ef þú ferð alltaf í gegnum gervigreindina, þú munt alltaf fara að taka fullkomnustu leiðina. Það er það sem ég er að tala til dæmis með gallað verk. Er að, þú veist, bækur eiga að vera gallaðar, af því þá er eitthvað nýtt að gerast. Þá er eitthvað sem að mistekst eða þá er einhver, þú veist, eitthvað sem er ekki búið að slétta úr. Og fullkomið í þinni verkingu er líklega það sem er bara almennt samþyktast og viðurkendast hverju sinni sem að gervigreindi býr til. Já, það er nákvæmlega það. Og þú veist, og það er, þú veist, það er þetta, það er þetta gallaða sem er líka, þú veist, gallaða í frásögninni, gallaða í, þú veist, bara ef ég myndi láta gervigreindina lesa þessa bók og segja, heyrðu, geturðu kannski sagt mér hvernig ég á að tala við Gunnar Smára þessa bók, að þá rænir það mér náttúrulega ferlinu að tala við þig þessa bók, eða þú veist, eða bara þú veist, af því að það er búið að og það er þetta, það er svona þroska þjófar eins og svolítið talaðum í uppeldi. Það kemur náttúrulega líka með gervigreindi svona hugmyndum að hvað er rétt. Og það er hægt við að við aðlögum okkur að henni, gervigreindinni. Hún býr til eitthvað svona almennt hvað væri snjallast fyrir því að segja og svo endan þá erum við bara alltaf að endurtaka það. Og þá það er akkurat það. Myndum við halda bara eftir 3 vikur væri við voruð geðveik, sko. Bara af leiðundum, sko. Af því að þótt að við kannski getum ekki sett fingurinn á það, þá skynjum við að við erum alltaf að heyra bara eitthvað svona eins og almennt tíðindi og við lifum bara orðið svo flötum og leiðilegum heimi. Þetta er eins og að vera á þungum geðljum. Já. Algjörlega. Mér langar aðeins að því að tala bókina sem, lastu mikið þegar þú varst barn? Já. Áttirðu, bókina, bækur sem svona skjól eða þinn eigin heim? Já, bara eins og allir, sko. Nei, það er ekki allir. Já, ég held alveg að ég var bæði bókabarn og tölvuleikjabarn, bara til jafns. Og fórstu illa úr tölvuleikjunum? Nei, það myndi ég ekki segja. Nei, ekki svona sogast þar inn í einhver svona fíkniástand? Eflaust að einhverju leyti, en þú veist, ekki þannig að ég komst ekki á klósettið, sko. Það er, já. Þetta er svo gömul fyllibitt á Vogi. Drakk nú aldrei svo mikið að ég komst ekki á klósettið. Já, akkurat. Nei. Þú spilaði mikið? Spilaði ég bara svona eins og
þú veist, bara eins og þín kynslóð. Já, eins og minn kynslóð, sko. Þannig að tölvuleikirnir eru komnir þá sem kannski í þinni kynslóð ef þú hefur fæst kannski 72 að þá hefur þú lesið mikið og það hefur ekki verið neitt í tölvuleikjum. Já, ég las bara mjög mikið og var mikið í tölvuleikjum. Það er eiginlega eina sem ég gerði. Hvað lestu mest núna? Ef ég myndi byrja að nefna höfunda bara í heiminum. Í heiminum? Já. Sko, ég les mjög mikið af erlendum skáldskap. Ég reynir svona að vera vel að mér í þýðingum og les mest á ensku. Ég líka aðeins að lesa í dönsku núna og svona fylgist með Skandinavíu. Mér finnst mjög gaman að þegar Merkin kom út sem er síðasta bókin mín að þá var mér tekið sem skandinavískum rithöfundi svolítið og ég fann mér sterkt fyrir því og mikið mesta alltaf á hátíðum í Skandinavíu og var alltaf eina manneskjan sem að svona neytti borðið til að tala ensku, þannig að þá fór ég að taka mig á að lesa á skandinavísku og það er ótrúlega gaman að komast inn í þessar bækur núna, sjá hvað er að gerast þar. Ótrúlega spennandi hlutir og rosalega gallar bækur taldi það, alveg eins og Íslandi. En það er svona, þú veist, það er ekki búið að einmitt svona miðjuvæða skáldskap jafn mikið og í Bandaríkjunum eða í Bretlandi. Að það er svona, það er meira verið að svona pússa allt svona gallað burt og svona setja inn í þessa eðlilegu frásögn einhvern veginn. En En eitt af einkenni svona skáldskapar svona síðustu árin er svona skáldæfisaga. Stundum finnst manni að hluti af bókunum sé að þróast yfir að vera svona svipað og er ekki rappinu og country þar sem að þú verður að segja þína eigin sögu til þess einhver hlusti. Já. Að fólk er að segja að þú ert ekki þar. Ég myndi segja að þessi bylgja sé algjörlega liðin undir lok. Já, hún er búin. Já, hún er búin, sko. Það þykir ekki töff. En þú veist, þetta þykir smá lummó núna einhvern veginn og þú veist, það er bara þetta var náttúrulega undanfari sko þessar byltingar sem við vorum að tala það sem að minnihlutahópar fengu orðið að þá var sjálfsæfisagan það er náttúrulega bara upp úr 2000 það er bara Knausgård að skrifa þarna 2005 og Íslendingarnir eru að taka þátt í þeirri bylgi þá líka og síðan núna þá er einhvern veginn þessi bylgja af minnihlutahópum sem er að segja einhvern veginn sitt sjónarhorn það er líka núna að sagt, svona minnka að því leitinu til að saga þeirra er ekki nógu mikill efniviður til þess að eða, þú veist, það þarf að vera núna, þú veist, núna er þessir höfundar komnir með lesendahóp og eru kannski búnir að fara í gegnum þessa fyrstu bók sem þeir þurftu að skrifa og núna er verið að einhvern veginn, þú veist, eins og ég tók einu svona viðtal við þýskan höfund sem er serbneskur þjóðveri og flúði frá Serbíu þegar hann var úlingur og flutti til Þýskalands og er núna einn af stærstu höfundum Þýskaland sem hann heitir Sasha Stanisic og Stanisic og hann sem sagt hann sagði þú veist að hann var alltaf að bíða eftir bók númer 2 frá innflytjenda höfundum hann er búin að segja sína sögu af því að þá ertu búin að vera gegnum söguna þína og þá ferðu að nota tólin og tækin til þess að búa til og mér finnst það að vera að gerast núna í bylgjunni Sumir stranda náttúrulega bara. Já, en þú veist, núna er þetta og næsta bók var góð og svo reyndan að búa til eitthvað, það var það að vera. Við þekkjum mörg dæmi þetta í Íslandi. Það kemur svona eins og alþýðu sögur, alþýðu menn, kannski konur, skrifa bækur sem eru sterkar og góðar og svo reyna að búa til að vera svona inn í heimi skáldsögunar og það er allt ekki allir þar. Nei, það er allir gangur á þessu. En mér finnst þetta samt vera að jafnast meira út. Þú veist, núna er þessir höfundar sem voru kannski, þú veist, allt í einu er bara svona stór víetnamskur, amerískur höfundur. Núna er hann bara að skrifa bækur og er ekkit endilega identity sitt. Eða þú veist, nú er bara venjulegur höfundur. Búin að draga hann inn í meginströmmin.
Já, þú veist, núna þetta bara orðið kannski hans búið að jafnast aðeins og Já, og þetta, þú heyrir þetta líka bara hjá fólki sem að tilheyrir svona minnihlutahópum, bara innflytjendur í Íslandi sem eru að yrkja eða skrifa á íslensku, að tala um það og tala um sig sem innflytjendaskáld og tala um íslenskuna og svo kemur að því að segja, hörru, má ég ekki bara tala eins og allir hinir bara daginn og veginn? Það nefnilega nákvæmlega það, þú veist, þau skáld sem ég þekki sem eru nákvæmlega þarna, að skrifa kannski aðrar þriðju bækur, nenni ekkert að vera að tala um þetta endalaust. Þau eru bara, þú veist, þau eru að segja, halló, ég með þriðju bókina mína sem ekkert að fjalla um mína reynslu, þú veist, bara tala um þetta sem skáldverki sem þetta Já, þá kemur það náttúrulega samfélagið að vera nógu með opnar hurðir og opinn faðm til þess að gera það. Já. Það mörg dæmi að svona höfundar, ég segi kannski að væri frá ættir að rekja til Norður-Afríku og væri muslimi í Frakklandi, ég held að það sé mjög erfitt fyrir að komast út úr þeim klafa einhvern veginn, þú ert alltaf tekin sem slíkur höfundur, sko. Af því að samfélagið bara alltaf talar við þig með þeim hætti, sko. Þannig að þetta er ekki bara höfundanir sem eru að slíta sig út úr því að fara sig ekki bara sína eigin sögu og sína ættasögu, heldur að taka þátt í mótun bókmenntana. Heldur þetta líka hvernig samfélagið tekur á því. Já, en þú veist, við erum með fullkomið dæmi nákvæmlega svona höfund í Frakklandi sem heitir Lila Slimani, þú veist, og hún er alltaf að skoða sambandið á milli þessara tveggja landa, en samt bara fullkomlega franskur rithöfundur og búin að vinna stærstu verðlaunin í Frakklandi og, þú veist, og ferðast sem franskur rithöfundur, þú veist, þannig að þetta já, ég veit það ekki. Herðu, en hvernig gengur á maður að spyrja því í vertíðinni? Þetta er náttúrulega svolítið svona kommersial fyrirbrigði og markaður, jólabókavertíðin, og þið eru búin að vera, hvað er það, 2 ára að skrifa þetta? Ég var í 4 ára að skrifa þessa bók. 4 ára að skrifa þetta, og núna hefur 2 mánuði til þess að fara og lesa og selja. Og það skiptir máli hvað selst mikið eða eitthvað, skiptir það kannski ekki miklu máli. Það er ekki á mínu valdi, finnst mér. Ég bara geri það sem mér er sagt og mér finnst rosalega gaman að bókaflóðinu. Mér finnst alveg ótrúlega gaman. Nei, mér finnst miklu skemmtilega að hitta lesendur heldur en aðra höfunda. Það er bara svo óslega gaman að finna fyrir því hvað við erum mikil bókaþjóð og mæta, þú veist, ég mæti náttúrulega mikið inn á vinnustæði. Og þetta eru þá, þú veist, kannski 2-3 vinnustæðar á dag þar sem maður er að mæta, fólk er að drekka kakó og borða mandarínir og hlusta á einhvern lesa upp úr bókinni sinni, þú veist, og þetta er bara þetta er svona þessi komið bara í baðstofu ykkur. Já, þetta er baðstofumenningin sem er komin inn þarna, sko, og mér þykir rosalega vænt nákvæmlega þessa menningu. Og síðan líka bara, þú veist, að fara út í Krónu og og hitta eitthvað sem að hefur lesið eitthvað sem að er skemmtilegt, þú veist, bara fólk er að tala bækur á þessum árstíma og það er gaman. Það er gaman að ræða bókmyndir. Takk fyrir að koma hingað og ræða daginn og veginn eiginlega. Kærar þakkir, Fríða Ísberg. Þetta eru lokin á þættinum okkar í kvöld. Þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið og þeim sem hafa tekið viðtal og Pétri Fjellsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að það eru áhorfendur og áheyrendur, þá svo hlutið þeirra sem hafa gert áskrifendur sem að keyra samstöðuna áfram. Það er fólk sem að telur að samstöðin sé mikilvæg í samfélaginu og veit að hún getur ekki haldið áfram nema að það sé samtakamáttur meðal áhorfenda og áheyrenda. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir 2.750 krónum á mánuði sem er grunnáskristin, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina reyna þessi félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er umræðu vettvangur og fréttamiðill, vaxandi í eigu áhorfenda og áheyrenda. En þetta er orðið gott í kvöld hjá okkur, við hittumst hérna aftur annað kvöld klukkan 8, það var að sagða fréttir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda
og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.